Góðan og blessaðan laugardaginn. Ó, það er bara verið að prumpa. Já, ok. Herru, í dag er góður dagur. Af því að, sko, þið sem ekki vitið, þá er, ok, það setjast það sína á klósettið bara með ykkur. Í dag, þú ætla bara að gera allt fyrir myndaðum. Þú ætla að rópa, prumpa. Þú ætla að gera nokkuð hluti viðbót. Sjáum hvernig það fer. Tómas er sem sagt bara haldið upp á útskriftunum sína og það sem hann er búinn að klára, þeir sem ekki vitið, hann kláraði sem sagt atvinnuflugmann í september í fyrra, hélt ekki upp á það, sem er alltaf bara huge, bara eitthvað sem maður á löngu, á að vera búinn að fagna, sko. En það var alltaf COVID og allt það og svo kláraði hann flugkennarann, sem er huge. Hæ? Í stórflugvélunum. En já, og svo kláraði hann hérna flugkennarann og á afmæli á morgun. Þannig að við erum bara að fara að fagna þessu öllu þrennu í kvöld. Mjög spennt. Og við erum að gera og græja núna garðinn. Við ætlum að hafa þetta út í garði þegar það verið sól og blíða. Og þetta verður að vera ótrúlega skemmtilegt. Það sýna ykkur hvað við erum búin að gera. Í morgun þá gaf ég Tómasi útskriftargjöfina. Ok, sjáu þið, þetta er hárið mitt. Þetta er statusinn á hárunum mínu. Þetta er hræðilegt. Ég sem sagt gaf Tómasi útskriftargjöfina sína í morgun. Ég ætla að sýna ykkur hana. Það var svo gaman. Gerði ég handanum cappuccino og með flóaðri mjólk og ég náði að gera hjarta í kaffið. Gerði croissant og við sátum hér við þetta borð. Tómas var smá stressaður fyrir að því við áttum eftir að gera svo mikið. Þannig ég sagði bara, nú farið þið pakka. Ég gaf honum sem sagt svo litið sem að hann þarf alltaf að vera með sér í flugi. Og einlega. Það er svolítið erfitt að gera þetta hérna með þér. Af því að ég gaf honum þetta í morgun af því að mér langar að hann geti verið með þetta í kvöld. Wow! Og þetta úr heitir Aviator. Ekki flott. Hann er algjör svona, hann vill ekki Apple Watch eða eitthvað svona. Hann vill bara hafa þetta gamaldags og þetta er svona retro feelingur, ógeðslega flott. Og heitir Aviator svona. Svolítið flugmannlegt, ógeðslega flott og honum fannst það líka. En á ég að sýna ykkur aðeins garðinn. Hvernig þetta er allt saman að smella hjá okkur. Við erum búin að setja upp tjöld og maður spáði að hafa matinn hérna og svo þurfum við aðeins lengra að hafa, sko, við erum með teppi hérna. Já! Ég er að segja ykkur að hún ætlar að gera allt fyrir ykkur í dag. Búin að prumpa, rópa og hnerra. Þá er amma komin. Hún er komið pullur. Þetta að sjá veðrið það. Það er að koma blár himinn. Það er bara búin að vera sól og það er 18 eða 19 stig hiti. Já, það er rosa heitt. Það er 18 eða 19 stig hiti fyrir pappa þinn, Emilia. Hann þolir nefnilega eiginlega ekki þetta land og veðrið hérna á þessu landi. Ég var að segja að við erum búin að vera að setja upp hérna þessi tjöld, ég og Emilia. Já, bara tvær. Bara tvær, sko. Þá erum við búin að setja seríur á tjöldin hérna. Við erum eftir að setja seríu þarna og svo ætlum við að setja seríu hérna niður stigann. Búin að sækja lunch fyrir okkur. Og svo er mamma að græja hérna. Þið veitir hvað Tómas er sænskur. Hann vildi hafa sænska fána í útskriftarveislunni sinni. Af hverju viltu hafa sænska fánana í útskriftarveislunni þinni? Segir sér sjálf. Segir sér sjálf, segir hann bara. Mamma bara snillingur og prentaði þetta allt saman út. Þarna er íslenski fáninn. Það verður einn af honum. Sko, ég er að spá yfir annarkvort í þessum kjól eða svona gulum. Mamma, hvor kjólnum finnst þér ég ætti að vera í? Gula eða þessum? Ok, ef sólin skín gula eða svona, þá er það þessi. Everything you said they already knew. Með fullri virðingu fyrir þér, pabbi minn, þá er þetta mjög skrítið sería. Það er ekki skrítið myrkur í skóla. Nei, en það er ekki myrkur, það er sumar. En þetta virkar, þetta virkar.
í útskriftinni, þannig að hann að fara í föt. Hanna? Elsku bósi minn. Og hann alveg rólegur. Anna en Emilía. Skál fyrir þér, Arna, líka. Já, skál fyrir öðru. Og það er ekki þarna litla ljósgeisla sem var að vakna. Emilía, skál. Ég segi bara hvað getur það sem var þetta þess og Tómas er bara lýsandi dæmi það. Takk, skál. Öllum deginum ég að þrífa og taka til. Við erum ótrúlega þunn. Ef ég var alveg vinskilin, það var svo gaman að gera. Við erum að fara að fá okkur morgunmat fyrst núna. Sjáuð þið hvað kósi, prósant og djúr. Til hamingju mamma, lærstu mín. Herru, Tómas og pabbi voru að fara bara upp og að horfa á leikinn, úrslitaleikinn. Já, þannig að ég er að spája bara að enda þetta myndband hér. Ég er að fara inn á þetta mömmu og ömmu held ég. Ætlum að aðeins að knúsa Emilíu og spjalla og svona. Þetta er nýjast og nýtt. Emilía. Ætlir þú ekki að gera svona? Hún er búin að vera full af frissa sko. Búin að yndislegu dagur og bara gærkvöldið var svo ótrúlega skemmtilegt. Ég held ég bara, það er langt síðan ég skemmti mig eins vel og í gærkvöldið. Við vorum bara dansandi hérna á pallinum, greiði nágrannirnar okkar. Þau voru voða tillitssöm og voru ekkert að hringja á lögguna. Við vorum eitthvað aðeins búin að láta vita hérna í kring samt en ég veit hvernig það er að þegar það er brjálu læti og maður er með unga barn, það er ekki droslega gaman og það er alveg unga börnin í kring. En þau voru voða góðir nágrannir. En já, ég veit ekki hvað. Halló! Ég ætlaði bara að enda þetta myndband á smá Q&A. Ég setti svona inn spurningabox á Instagram og spurði hvort ég vilja ekki senda eitthvað tengt bæði útskriftinni og bara lífinu. Þannig að bara eitthvað. Byrjum á fyrstu spurningunni. Hver var útskrifast og úr hverju? Ég sagði það í myndbandinu. Tómi var útskrifast sem atvinnuflugmaður og flugkennari og átti afmæli. Þannig að stór helgi. Næsta spurning. Eruð þið á leið í utanlandsferð? Sko já, við erum að fara til Svíþjóðar núna í ágúst. En núna allt í einu veitum við ekki hvort við séum að fara út af COVID. Þannig að við sem planið var að fljúga til hérna Danmörku, eða Köpen, Kastrup og fara síðan þaðan með lest eða bíl til Svíþjóðar. Og mér finnst það mjög ólíklegt að við getum farið núna út af COVID. Þannig að við þurfum mögulega að cancela. Hvað er outfitið? Í útskiptinu þá var ég í peysu frá Númi. Ég held hún sé ennþá til í allavega einhverjum stærðum. En ég veit síðan að það er líka til grá og ég kannski setja hérna nokkra liti ef það eru til fleiri litir. Ég man það ekki alveg. En ég elska þessa peysu. Og já, kjóllinn er síðan úr Mango. Ég keypti hérna kjólinn fyrir mörgum árum þannig að hérna, hann er ekki til. En ég fór daginn og kíkti að ég hef verið að fá spurningu út í hennan kjól. Og ég kíkti daginn á heimasíðuna og ég fann alveg svipaða, mjög flotta. Og skórnir eru hérna frá Jódís. Andrea Rapp gerði þá. Það er eitthvað sem maður hefði viljað hafa í útskriftin sem varst ekki með. Já, það er eitt sem við hefðum átt að, ég hef kannski að spyrja Tómas að þessu, en að mínum að hefði verið betra að vera búið til playlista fyrir útskriftina. Við varum ekki búin að því. Þannig að það var bara alltaf einhver að setja einhver lög á og þetta var eitthvað og svo kannski var mamma búin að setja okkur jazz sem fór út í eitthvað eins og værum í fatabúð Spútnik eða eitthvað.
það var svolítið mjög þegar að koma að því, en þegar leið á kvöldinu þá voru sko góð lög í alvörunni. Það var bara eitthvað September og öll þessi gömlu lög, þú veist, þetta var svo skemmtilegt. Við vorum fram á kvöld að dansa með tengdó og mömmu, pappa og fjölskyldunni. Þetta var bara familjan. Þeir enda Torfi, vinur Tómasar var þarna og kærastan hans, það var ógeðslega gaman að hafa þau. Vá, hvað var skemmtilegt. En næsta spurning, eru þið að flytja út? Ok, örugglega margir að velta þessu fyrir sér. Og þegar við erum alltaf að tala um Svíþjóð og sýna frá þessum fána og já, ég get alveg sagt að við erum að flytja út, en ekki strax. Og það er alveg hér eins og nærri strax, en okkur dreymir að flytja út aftur, en við veitum ekki hvenær. Vonandi bara sem fyrst, en ég held ekki strax. Það er mjög margt sem við þurfum að gera áður en við förum að flytja út. Það þarf að finna sér vinnu, húsnæði, maður þarf að eiga pening og allt þetta. En við erum mjög spennt fyrir því að fara aftur út þetta. Væri mjög til að sjá make-up tutorial. Já, ég þarf að fara að gera það aftur. Ég er mjög spennt að sýna ykkur það. Ég er mjög til í það. Ætla að sýna make-up tutorial og líka húðrútínu. Gera það mjög á Instagram. Hvað er allir maturinn? Sko, maturinn, ég ætla að fara inn aðeins í gegnum þetta, ég held ég að skrifa einhverstaðar hérna hjá mér. Ég gerði náttúrulega eiginlega ekki neitt á þessu, en Ásta gerði snitturnar, vá hvað þær voru góðar. Og líka bara svo gaman, hún hafa bara, það er eitthvað svo mikil ástríða í þessari útskrift af því það var svo margir sem að koma að henni. Hún gerði þess að allar snitturnar, að mamma Hjölla sem er kærasti Fríðu, hún gerði svona djúpsteikt blómkál. Báka var gott, ég vildi óska þess að geta smakkað bara inn í gegnum skjáinn. Það var svo gott. Svo vorum við með hambúrgar frá Fabrikunni, við vorum með muffins frá 17 sortum held ég og við vorum með pop. Mamma bjóð til svona popbóka og það stóð skilur á servitunum og popbókunum. Það stóð svona í rauninni allt sem hann gerði til þess að komast á þann stað sem hann er á núna. Og þetta er allt eitthvað flugmanna, þú veist. Ég er ekki að vera útskrifa því ég get það ekki. Ég reyna að gátt keypt makkarunur bara í Hagkaup, bara frosnar. Ég er að gleyma einhverju, en mjög gott. Það er alveg fullkomið. Og svo pítsur líka. Ég held að það sé líka keyptar svona mini-pítsur svona sem er alltaf bara best að hafa fyrir alla til að, þú veist, ef einhver finnst eitthvað ekki gott þarna, þá getur hann alltaf fengið sér pítsu. Og svo er ein spurning í viðbót. Hvað gerir Tómas til að halda sambandinu fersku? Vá, hvað þetta er góð spurning. Við erum ekki búin að vera dugleg. Það er bara svolítið þannig. Við erum bara ekki búin að vera náðu dugleg að einhvern veginn rækta okkur. Þar sem að núna bara við erum ennþá bara að læra inn á þetta. Náttúrulega núna komið barn og við einhvern veginn, Tómas komið núna í fullt starf og þegar frídagarnir koma þá erum við bara saman fjölskyldan. En við erum svolítið erfitt með að finna tímann fyrir okkur tvö. En til dæmis eins og í gær, þá sagði Tómas bara, hey, gott, við förum út. Nú erum við fara út á kanú, þegar pabbi og mamma eiga kanú hérna upp í bústað og hann sagði bara, Kotti, förum brút. Og ég var bara, nei, og við löpum hérna niður í fjöru og það voru sko lúsmýpar hérna yfir mér. Það er í alvörunni, það er eitthvað við blóðið mig. Ég er með voða gott blóð sko held ég. Það voru bara, ég var bara býð eftir að ég myndi vakna í morgun og vera bara með, þú veist, bara eins og ég var að koma með hlaupabólu sko. En svo var ekki, ég slapp, ég notaði hérna eitthvað moskítóspray. En allavega, það er til dæmis eitthvað sem við gerðum í gær og það var ógeðslega gaman. Við vorum bara tvö, þú veist, Emilía var sofnuð og mamma bara, þú veist, með tækið, þannig að hún fylgdist bara með henni. Og við fórum bara út á sjó og bara spjalla og erum bara tvö saman, þú veist, þetta. Og líka daginn þá þetta eru hérna tvö atriði sem við erum búin að gera á mjög löngu tíma. En allt eitthvað svona, gera eitthvað spontant, þú veist, fara einhvert og þú veist bara, hei, getur verið með Emilíu bara í smástund og bara þó að sé ekki nema göngutúr, þú veist, saman, bara til að ná að spjalla bara tvö. Það er allavega eitthvað sem við mættum vera duglegir að gera. Ég heyrði líka í hlaðvarpi hérna Betri helmingurinn, þá talaði Solrún Diego og maðurinn hennar það að gera eitthvað saman alla miðvikudaga bara fyrir þau, þó það hafi ekki verið nema eins og ég sagði göngutúr eða eitthvað. Mér fannst það mjög sniðugt. Efast að við náum að gera það hvern miðvikudag út af að Tómas er á vaktavinnu og það hittir ekki alltaf þannig á. En það væri gaman að geta fundið eitthvað svona aðra hverja viku sem við getum farið, það er ekki eins og fórt að borða, þú veist, bara farið í göngutúr, farið í bakarí, keypt eitthvað og farið í smá piknik eða þú veist, allt svona er bara svo sniðugt. Það er svo mikilvægt að gera eitthvað saman og rækta sambandið, ekki bara fjölskylduna. Þannig að já, hvað gerir þið til að halda sambandið fersku? Ég ætla bara að segja að við þurfum að vera duglegir að gera það. Þó við reynum alveg inn á milli en ég myndi segja að við erum ekki nógu dugleg. Þetta er góð áminning. Þetta er bara áminning á það að við þurfum að gera eitthvað skemmtilegt, ég og Tómas. En annars, þá ætla ég bara að enda þetta myndband hér. Ég ætla bara að njóta þess með fjölskyldunum minni núna með helgina hér í Kjósinni. Það er verslunarmannahelgi og það hefur aldrei verið eins mörg smitt eins og núna. Vá. Og það er svo margir að greinast og líka bara vinkonum, veistu, vini mínir og vinkonum minnar og eitthvað. En fólki vist ekki geta að finna rosalega mikið fyrir þessu að það er bólusett. En já, ég ætla bara ekkert að ræða þetta. Það heyra allir ómikið um þetta þannig að enginn hlusta á þetta. Allavega, takk.
takk æðislega fyrir að horfa á þetta myndband. Ekki gleyma að likea og subscribe og íta á bjölluna ef þú vilt fá tilkynningu. Þegar bjalla er mjög sniðug þá færðu post það þegar næsta myndband kemur. Svo missum nú ekki af því og endilega skildu eftir komment eða hefur eitthvað fallegt að segja. Við sjáumst í næsta myndbandi. Bye!